Hvað á fólk að gera sem getur ekki eignast húsnæði því það er of tekjulágt til þess að standast greiðslumat frá bankanum? Frænkurnar Gyða Björk Hilmarsdóttir og Margrét Sif Sigurðardóttir fundu lausn á þessu máli. Marta Eiríksdóttir heimsótti frænkurnar í Suðurnesjabæ. Við vorum bara að leiðar á leigumarkaðnum og þetta gengur betur svona núna. Þetta er bara, já, frábært fyrirkomulag. Það sem allar fjölskyldur ættu að gera í dag. Hvað gerðu þið? Ég meina, þið voru í leiguhúsnæði, Gyða, þú varst í Hafnarfirði og Magga, þú varst í Keflavík. Viltu segja okkur aðeins frá því hvað var að gerast í lífi ykkar fyrir tæpu ári síðan? Ég var afskaplega leið á að leigja íbúðina sem ég var í og var að leigja sem stað Íbúðalánasjóði og Gyða var að missa húsnæði sitt og við vorum að skoða bara í grenndinni. Við vorum svona búin að vera að ræða þetta svona fram og tilbaka hvort við ættum ekki bara að slá til og kaupa saman, allan að reyna það. Bara prófa. Og svo duttum við niður á þetta hús og buðum í það, gerum tilboð, því var tekið, við keyptum það, fluttum inn. Ég held að 3 mánuðum eftir að við buðum í það, þá voru fluttar inn. Segðu mér, hvað er þetta hús stórt og hvað borguðu þið fyrir þetta hús, bara svona í gamni að því að húsnæðisverð suður frá er töluvert ódýrar. Getur aðeins sagt okkur frá því, Gyða? Þetta er 187 fermetrar með bílskúr og svo þessi fíni garðskáli og heitir Pottur. Við borgum 40 fyrir þetta. Hvað var það sem var til þess að þið ákváðuð að búa saman? Hafið þið einhvern tíma búið saman áður eða hvernig þorðið að taka sénsinn á því að búa saman? Ég veit þið eru frænkur og góða frænkur alveg frá vöggu en að búa saman. Höfðu þið einhverja reynslu fyrir því, Margrét? Já, við byggum saman þegar við vorum 2 einstæður með lítil börn 95 og 96 og það gekk rosalega vel og svo eigum við rosalega mikið gott skap saman og erum búin að vera rosalega mikið svona inn á hver annari svo til þannig. Þú fæddist. Já, við eigum bara rosalega vel saman. Hvernig er lífið svona hjá 4 konum, frænkum? Það er bara skemmtilegt. Við erum með bíókvöld og Magga eldar og ég vask upp. Já, er Magga kokkurinn? Er það svona dýllinn? Er það samkomulagi á milli ykkar? Það var dýllinn frá fyrsta degi. Já. Það var sem sagt, ef Magga eldar þá er til í hvað sem er. Það er til í hvað sem er. Já, Gyða er sem sagt ekki til í að elda of mikið. Nei. En býttu, þið búið hérna í garðinum og fyrir aftan húsið, þið fluttuð hingað í maí árið 2018 og hvernig var lífið í garðinum sumarið? Af því að nú þið báðar að koma úr þéttbýli en þetta er aðeins strjalla hérna út í garði. Hvernig er upplifunin af garðinum hérna fyrir aftan húsið? Dásalegt að vakna á mótnana og draga upp gluggatjöldin og það er bara sveit og það eru kindur og það eru geitur og það er hestur og haninn að gala og sjórinn og bara fjöllin og maður horfir hérna inn í Borgarfjörðin bara og sér bauli í góðu veðri og þetta er dásamt og bátarnir og skipin að sigla hérna framhjá. Þetta er algjör draumur. Ég var ekki alveg 100% viss að flytja í garðin allavega. Ég vildi alveg flytja úr íbúðin okkar. En jafnvel þótt að við vorum búin að búa hana svo lengi að það var svolítið skrítið að ekki vera þar en að flytja inn með einhverjum öðrum, sérstaklega þú veist frænkum okkar sem ég var ekki alveg viss það ennþá þannig að ég var ekki alveg til í það strax en núna þá finnst mér bara að vera besta ákvörðun sem maður hefði getið gert sko. Hvað segir þú, Jónína? Ég var ekki heldur viss að fara að flytja hana því ég var mjög hrædd að fara í nýjan skóla. Já, þú komst úr Hafnarfirði. Já, og ég hafði enga vina nema kannski bara ein, en hún var aldrei heima. Svo nú var ég bara ein þarna, en núna er ég aldrei ein.
Við erum reglulega með brönns, það sem við bjóðum bara öllum að koma. Það allir velkomnir sem vilja koma í brönns á sunnudögum, semst í fjölskyldunni, kannski ekki allir garðurinn. En við ég að reyna að skapa smá hefð fyrir því að við hittumst hér og borðum saman. Það það sem ég búin að þrá, að hafa nóg pláss til þess að allir geta komið og við getum bara verið saman. Mér finnst það alltaf verið draumurinn minn. Svona eins og heima í og afi í gamla daga. Já. Það sem allir komið saman, öll stórfjölskyldan og bara, það var svo gaman. Já. Það var svo skemmtilegt að hittast. Ég held að það sé mikilvægari í dag heldur en nokkuð tíma áður. Já, maður þarf að fá fjölskylduna saman. Þetta símarnir og iPadarnir og þetta ekki... Þetta bara eyðileggja samskipti. Já. Fólk þarf að fara að tala meira saman. Það alltaf einhver heima. Allavega, ég veit að það mjög þægilegt sérstaklega á kvöldin eða eitthvað að það sé alltaf einhver heima. Það aldrei tómt húsið, það allavega mjög sjaldan tómt húsið. En jafnvel ef það tómt, þá allavega einn hundur inni til að, taka mótið manni. Já. En nú þið líka, ég var að spjalla við mæður ykkar og þær töluðu að þær hefðu þurft að vinna oft svona mikið og þá kannski voru þið einar heima en núna alltaf einhver heima. Þetta dálítið stór partur af því að líða vel í svona nokkurs konar sambúð? Þetta svona dálítið svo kommunapínu? Já, bara miklu betra að nú vera hérna heldur en í Hafnarfirði. Bara alltaf einhver hundur eða einhver hérna. Já, þú náttúrulega farin að upplifa það að búa með hundum, þannig að þeir eru alltaf heima og þeir eru alltaf í góðu skapi, er það ekki? Já, þeir eru alltaf í góðu skapi.